Noregur fyrirheitnalandið. Fjöldi Íslendinga hefur flust til Noregs undanfarið í leit að fleiri og betri tækifærum. Frá hvaða landi ertu? Íslandi? Nú, þá ertu ekki útlendingur. Svo þegar náttúrulega við komum hingað, þá vorum við náttúrulega bara tólfallin yfir öllu, umhverfi og atvinnu, nóg að gera. Þannig við erum ekki að fara að færa okkur annað eins og er. Hér snjór frá október fram í svona apríl-maí. Norðmenn byrja gjarnan fyrr að vinna. Þá er það náttúrulega búin fyrr á daginn. Norðmaðurinn sagði hún hann gerir ekkert nema að skipuleggja ofan í þaula. Sem veldur því hins vegar sagði hún oft á tíðum að hann síðan gugnar á öndan á þeim og gerir ekkert Við munum ferðast vítt og breitt Noreg og heimsækja Íslendinga sem þar búa. Þeir verða inntir eftir því hvers vegna þau fluttu búferlum og hvernig lífið gengur. Við fluttum hérna 20. janúar. Í fyrra? Já. Það er 8 ár. Já, 2012. Og hvað svona minnisstæðast frá því að hafa komið hingað fyrst? Tré. Mikið af þeim. Rosalega kulda. Ég er ekki hrifinn af miklum kulda, nema ég sé bara á skíðum eða vélsleða á rjúpnaveiði en það verður gríðarlega kalt hérna á veturnar. Og bæði varð ég pínu hissa af því að okkur Íslendingum finnst nú alltaf kalt heima En Norðmenn eru líka jafn hissa þegar ég segi að það sé kaldara hér heldur en á Íslandi. Það kom mér mest á óvart hvað þau voru fljót að aðlagast. Og hann bara byrjaði strax að tengjast krökkum og byrjaði strax að tala tungumálið og það gerðist bara svo ótrúlega hratt. Ég var eiginlega bara gáttuð Já, það var alveg ótrúlegt því að við fluttum í hús þar sem að eigendurnir bjuggu líka í húsinu, 2 íbúðir og þau eiga son sem er 2 eða 3 árum eldri en strákurinn okkar. Og hann fór mjög fljótlega að spyrja hvort hann mætti kíkja niður í heimsókn og við vorum svo sem ekkert búin að kynnast þessu fólki og vorum svona aðeins efins hvort ættum að leggja það á þau að fá íslenska strák ótalandi í heimsókn En svo sögðum við bara, já, skjóstu niður og eftir 3 klukkutíma þá kemur hann upp og eins og ekkert hefði skorist og ég segi, já, hvernig var og bara mjög gaman. Við svo gátum við eitthvað að tala saman. Já, nú hvernig gerðu þið það? Bara með Google. Þá fóru þeir bara inn í herbergi og í tölvuna og googluðu bara setningar og hinn reyndi að tala íslensku og hann norsku og það er ótrúlegt hvað þau bjarga sér. Já, við upplifum svona mikla samstöðu með foreldra í þessu. Þeir eru strax setja upp það sem kalla hjörilag, það er sem sagt sameinast í bíla og settir upp listar og skiptast á og eru duglega að mæta og taka þátt með börnunum og það hefur verið bara líka gott fyrir okkur. Mér finnst skólastrúktúrinn hérna í Noregi mjög góður. Mér finnst haldið rosalega vel utan, það er rosalega mikill agi og aðalatriðið er bara við erum sátt. Við erum sátt við það og við sjáum að hann er að vaxa og það er svo góður bakgrunnur þar í skólanum. Þannig að við ætluðum í smá frí sem var búið að skipuleggja og ég svona bara í kurteisi sendi post á kennarinn hans að hann yrði í fríi ákveðna viku. Og þá kom strax tilbaka að ég yrði nú að senda á rektor skólans beiðni frí. Og mér fannst það svona píluskrítið eða allt í lagi og sendi það, ekkert mál og þá kom bara heilmikill lestur tilbaka og vísan í lög og reglugerðir. Já, og mikilvægi lögð áhersla á rétt barnsins til menntunar. Og ég var svona pínu móðgaður fyrst og hugsaði, hvað er að þessu manni? En leið og maður aðeins hugsaði þá fannst mér þetta bara flott og þetta er svona ákveðin forræðishyggja en ég skil hana og ég var bara pínu ánægður eftir á að hyggja. Ég reyndar hafði það í gegn með rökræðum að við fengum loksins fríið en ég skil rökin. Það er meira skipulag. Fólk er búið að ákveða hvert það ætlar í frí með góðum fyrirvara, hvenær það ætlar í frí. Já, ég meina þú fær boð í afmæli mánuði fyrir afmæli. Já. Það er bara, ef þú færir fyrir viku fyrir afmæli, það er bara býtu,
Það er í gangi. Okkur finnst mjög hentugt að fá það bara helst samdægum þannig að það gleymist ekki. Þannig að við erum allt í einu komin upp hérna með sko dagatölu upp á ísskáp sko sem 3 mánuði fram í tímann alla viðburði og afmæli og fótboltaæfingar og því annars maður bara algjörlega úti sko. Það ekki hlaupið að því alls staðar að fá leikskólapláss hérna og við þurftum að bíða í 7 mánuði eftir að fá leikskólapláss fyrir dóttur okkar sem að auðvitað hafði verulega áhrif á okkar tekjumöguleika. Þannig að við erum lengi framan af bara með 1 laun. Þannig að það hefur oft verið bara verðugt verkefni fram að þessu. Það alveg óhætt að segja það. Oslo dýrasta borg í heimi og þegar þú átt ekki pening hér þá gerir þú ósköp lítið sko. Bara það að fara niður í bæ, hvort sem þú notar almenningssamgöngur eða ferð á bílnum þínum og fá þér 1 kaffibolla, það hleypur bara á mörgum þúsund krónum sko, íslenskum. Kaupmáttur hvergi meiri og það mælt í þess að tekjum sem þú færð fyrir vinnustundir sem þú vinnur og hvað þú síðan færð fyrir krónunar. Akkurat núna hún í sínu draumastarfi og henni gengur gríðarlega vel þar og með mjög góð laun þar og ég bara nýkomin með starf sem ég beðið eftir og sótt fyrir þó nokkur síðan og fékk starfið sem sagt. Þannig að í dag, þetta lítur mjög vel út en þetta hefur alveg verið verkefni að komast hingað. Og maður að komast í diktator-feelingin sko. Nú erum við í norsku óperunni og það bara gaman þegar að þarf einhverja leikara þá bara gaman að fá að vera með sko. Það alveg rosalega flott tónlist, risastór sinfóníuhljómsveit, mikið lagt í sýningarnar, í allt, eins og þið sjáið. Þeir nefna alltaf þennan frændskap. Það eitthvað svona kærleikur í garð okkar. Við vorum að spjalla við einn á leikskólanum daginn og hann var að spyrja mig hvað ég hefði teiknað, hvað lokaverkefni mitt hefði verið í skólanum og ég sagði hann að ég hefði teiknað hestabíli á Íslandi og hann sagði já, rídum, já ég man þetta ennþá sagði hann, ég lærði þetta í barnaskóla. Hvernig snakkur Íslands, veistu? Tullur, Íslandur. Þeir setja bara svona UR í endan á orðanum og þá halda þeir sér að tala íslenskur, Íslandur og eitthvað svona. Mussolini! Í Rælingen, smábæ rétt utan við Lilleström, búa Kristín og Heiðar með dætrum sínum 2. Kristín kennir úlingum og Heiðar í námi í byggingarverkfræði í háskólanum í Akershus. Komin ein stelpa, hún Rakel okkar. Hún á rúmlega 1 árs núna og bara rosa flott. Gengur vel að byrja í leikskóla og... Hún á sama leikskóla og systirnar, hún Sara, og við fengum bara leikskólapláss strax. Hún líka fædd á réttum tíma á árinu og það var mjög skrítna reglur ef börn eru fædd eftir 1. september, þá fá þau ekki leikskólapláss. Fyrir næsta ári. Eftir eða kannski í janúar. Og á meðgöngunni og fæðingin og allt þetta bara fullkomin stað til að vera sko. Norðmenn eru náttúrulega rosalega mikið fjölskyldufólk og vilja allt fyrir fjölskylduna að gera. Eru frekara í vinnunni bara rétt til þess að hafa nóg til þess að geta leikið með fjölskyldunni heila. Maður sér það sko á samstarfsfólki mínu sem á fjölskyldu. Klukkan 2, ég búin að vinna í dag heim og helgar, leið á föstudags vinnudagun búinn. Við erum að fara upp í hittuna eða sumarhúsið okkar eða eitthvað. Þannig mér finnst það. Aukavinna, það eiginlega bara svona eitthvað valla til í orðaforðanum. Ef það einhver sem að vinna aukanum þá það yfirleitt Íslendingur eða einhver erlendur. Allavega ekki fólk sem með börn. Þó að Heiðar sé á námslánum eru þau ekki vel stæð. Við erum allavega ekki að leggja fyrir neitt pening. Við þurfum alveg að vera að hugsa það sem við erum að eyða í. Við getum ekki bara eytt öllum peningunum ykkur ekki bull sko. Við erum búin að koma okkur upp góðu neti af fólki sem við erfum rosalega mikið af fötum og svona. Sem bara af samstarfsfólki mínu og öðrum. Já, sem ég eldri var. Og þetta bara bjargar okkur. Annars myndi dæmið ekki ganga upp eiginlega. Það myndi ekki ganga upp sko. Þannig að við þurfum alveg að hafa svolítið fyrir því. Það alveg nóg að gera hérna fyrir alla. Upp á atvinnu að gera þá var ekkert vita að flytja heim sko. Eins og mér finnst það að vera núna þá það frekar að maður væri til í að flytja fjölskyldu og vini hingað. Ef maður gæti það? Ef maður gæti það. Miðað við hvernig svona staðan efnahagslega og bara það sem hefur heyrt á fólki
fólk frekar svartsýnt heima og frekar svona, já, þetta bara... Það verið vera þyngri. Já, af því að sérstaklega eftir kosningarnar þá hélt fólk að það myndi bara allt breytast. Það átti alltaf að vera betra eftir 5 ár. En svo 5 ár eru liðin og þá eru fólk í sömu stöðu og kannski verra. Ég held að ef við varum í nákvæmlega sömu stöðu heima að hún var að vinna og ég var í skóla, ég held að það var ekkert að koma upp. Því að við erum með þetta lítil börn, ég held að það líka muni svo. Ég sótt 1 leikskóla, svo viku seinna, hún búin að fá leikskólapláss, á meðan ég að horfa á kunningjafólk og vinkonur og svona sem eru bara veit einhverja dagmömmu og því að þá eru þær búin að vera í fæðingarorlofi, þetta stuttatíma sem þær eru búin að vera í fæðingarorlofi og meðan við vorum búin að vera heima með hana í rúmt ár. Já. Hverjar eru framtíðar áætlanir ykkar? Ég vil alltaf fara heima á endanum. Já, það komið smá tókstreita. Já, bara hvernig kerfið einhvern veginn er heima. Ef maður kíkir bara aðeins á MBL og þá það bara sama. Og það hangir líka sama með öllu þessu vesinni sem núna í kringum heilbrigðisgeirann. Það náttúrulega bara kjánulegt að þetta skulle vera svona. Hérna er þetta ekki svona. Það er allt svo örugt. Já. Við erum svo safe einhvern veginn að það er kannski erfitt að bara henda því frá sér þó svo að við þó sem við þurfum að passa okkur og öndum saman í hverja mánuði að þá er þetta alltaf örugt og þegar maður er með svona lítil börn þá verður maður að meta það. Börnum er alveg ofsalega vel tekið, það er ofsalega gott að vera barn í Noregi og maður sér það að við líka heyrðum það á fólki sem hefur búið hérna, fólk sem hefur talað við sem hefur búið hérna sem börn eða sem hefur búið hérna sem fullorðinn einstaklingur. Það er allt annað vegna þess að ég held að þetta sé svolítið sérstakt og maður finnur það svona í gegnum börnina og dóttir okkar sem er yngri og byrjaði á leikskóla, hún tók sér tíma í það að aðlagast sjálf þó svo að henni hefði verið vel tekið og allt svoleiðis þá var hún svolítið varkár og... Já, hún sagði bara ekki neitt í hálft ár. Hún sagði ekki orð í hálft ár. Hún notaði svona bendi og svona bara með lokaða munnin og fóstrurnar voru farnar að hafa smá áhyggjur af þessu til lokin þegar hún var að nálgast svona hálfa árið eða þegar hún var nú ekki búin að svona hálft ár. Hún tók sér bara þennan tíma í að leysa gátuna svo leið og hún var búin að því þá byrjaði hún bara að tala og var alltalandi á meðan Arngrímur sem var 7 ára. Já, hann bara kastaði sér út í þetta. Já, hann tók þetta svona bara við náðum einhvern veginn að samfæra að þetta væri rosalega líkt íslensku í rauninni og hann alltaf byrjaði í skóla og var innan þetta og prófaði að nota íslensku orð held ég, hann var nokkuð frakkur að bara tala. Já. Ég er núna að klára mína 5. frumsýningu á árinu, síðastliðinn laugardag. Og svo er önnur frumsýning í haust í Þjóðleikhúsinu. Já, eins og ég meina við höfum verið ofsalega heppin með margt við erum mjög þakklátt fyrir það hvernig hefur gengið hjá okkur. Og til dæmis að ég nýútskrifuð er komið með fyrsta verkefni mitt og það er í gegnum Ívar, þannig að það er manneskja sem Ívar hefur verið að vinna með í leikhúsinu sem er að kaupa sér hús sem þarf að breyta og þar er ég byrjað að vinna sem arkitekt fyrir hana og einhvern veginn þá er þetta orðið svona... Það var ekki mín hugmynd, hún bara... Ég hafði eitthvað verið að væla yfir í hvað þetta nám væri orðið langt á hann í konunni minni og hún væri nú loksins búinn og þá var hún akkurat að kaupa sér hús og vantaði arkitekt og hringdi bara og spurði Örnu hvort hún gæti ekki komið að mæla upp hjá henni. Ingi kom hérna í september 2009, hún kom við Björt, dóttir okkar í janúar 2010. Og við byrjuðum á Vesturströndinni í Haugalundi. Síðan fluttum við núna í ágúst 2012 til Oslo. Ég er að vinna fyrir Hydro, eða Norsk Hydro sem er í dag álfyrirtæki, fyrst og fremst. Ég var upphaflega ráðinn til Norsk Hydro á Karmøy. Þá sem framkvæmdastjóri steypuverksmiðju, jafnframt sem ég sá tækni samvinnu við viðskiptavinni. Ég náttúrulega var búinn að vinna fyrir norskt fyrirtæki í mörg ár, Elkem, og það tengist því að ég kem hingað. Ég er í sumarfrí á Arnarstapa og þá hringdi í mig og spurt hvort að ég hafa áhuga að koma og tala við fólk hérna. Þannig að ég þekkti orðið Norðmenn og Noreg nokkuð vel.
fyrsta árið, eiginlega fór svona hjá Ingi fór náttúrulega strax að vinna en fyrsta árið hjá mér fór svona ég að koma okkur fyrir og að hjálpa Björtu og sjálfur mér og svona að láta mig líða vel. Síðan fór ég að vinna hjá fyrirtæki hérna út á Karmøy og ég var að vinna þar sem gæðastjóri. Það sem er kallað HMS, það er eitthvað svona, það er helse, miljö og sikkerheit. Það er svona varandi öryggismál og aðbúnað starfsmanna og eitthvað svona. Og ég var að vinna við það þangað til að við fluttum hingað. En eftir að við komum hingað í ágúst í fyrra, þá er ég aftur búin að svona taka mér smá pásu. Þannig að það stóð til að byrja á svo fullu í janúar þegar við komum út eftir áramót. Við fórum sko til Íslands jólin. En svo kom svona aðstæður upp í fjölskyldunni þannig að það var það ekki. Tungumálin eru mjög lík. Það kom mér óvart. Ég hélt að það yrði rosalega erfitt að læra tungumálið en það var alveg ótrúlega einfalt. Eiginlega. Það kom mér svolítið óvart. Það er alveg rétt. Það er alveg sérstaklega þægilegt held ég að vera Íslendingur og flytja hingað. Þeir líta bara á okkur svona sem svona litla frænda eða eitthvað svoleiðis. Voðalega þægilegt. Eins og mamma og pabbi eru búin að segja hvað allir eru vinalegir þegar þeir eru sem Íslendingur. Það er bara, frá hvaða land ertu? Íslandi? Nú, þá ertu ekki útlendingur. Það er svolítið þannig hérna, sko. Verðlag hérna er hátt. Íbúð eins og við búum í, hún kostar yfir 60 milljónir íslenska króna. Á Vestfirðinni er hægt að fá einbýlishús fyrir samanverð. En við höfum það rosalega gott hérna, okkur líður vel hérna. Það tekur alveg rosalega stuttan tíma að komast í skólann. Ég hjóla venjulega í skólann, það tekur svona 3 mínútur, það er alls ekki mikið. Og mér finnst bara, þetta er ekkert eins og ég þarf að passa mig meira hérna, bara að ég er í höfuðborginni eða eitthvað þannig. Mér líður bara ótrúlega vel hér. Nú ég er heppinn að fylgja í mínu fagi. Það er mikil eftirspurn eftir verkfræðingum af öllum stærðum og gerðum, þannig að sámarkaður er góð. Laun eru náttúrulega umtalsvert hærri í Noregi en á Íslandi. Tala ekki þegar maður reiknar yfir íslensk krónur, þegar maður hugsa til þess að gengið var fellt helming á Íslandi, þá er þetta stórar upphæðir. Allt er mun dýrara í Noregi heldur en á Íslandi. Það er ekki gullgrafaraferð að flytjast til Noregs. Það er gert ráð fyrir í lögum samvinnu milli starfsmannafélaga eða verkfallsfélaga annars vegar og fyrirtækja hins vegar. Leikareglurnar eru kannski aðeins aðrar heldur en á Íslandi og starfsmenn eru svona kannski tryggari í sessi heldur en á Íslandi. Ef þú ert að vinna í verksmiðju þá vinnur þú þinn fasta vinnutíma en þar sem ég hef verið að vinna fyrir bæði Elkem og Hydro þá vinna menn ekki minna heldur en á Íslandi. Og það kannski kemur hvergi fram í statistíkinni. Ég var menntist sem matvælafræðingur, BS-próf í matvælafræði, 87. Hún vann bara eiginlega alla mína tíð á Íslandi sem, mjög lengi. Ég vann eiginlega hátt í 13 ár hjá Sól HF, sem hét nú mörgum nafnum. Og síðustu 5 árin þar var ég verksmiðjustjóri þar. Svo kom dóttir okkar í heiminn hana 2001. Þá breyttist svolítið aðstæður hjá mér, ég ákvað bara að þetta væri ágætt, að prófa eitthvað annað. Og sneri mér að því í 2 ár. Ég fór í viðskiptafræði. Það var 2004 sem ég byrjaði og ég svo útskrifaðist í 2007. Og fór að vinna í byrjun árs 2008 hjá Fjármálaeftirlitinu. Þannig að ég var þar þegar allt gerðist. Það er á brattan að sækja til næsta viðmælanda, sem er Betty Berglind Stefánsdóttir, skólastjóri Lýðháskólans fyrir heyrnarlausa í Ål í Buskerud. Þarna er fallegt og eitt mesta útivistar- og skíðasvæði norðmanna allt kring. En hvernig stendur á því að hún er stödd þarna? Jú, á þessum tíma er ég skólastjóri í Vesturhlíðarskóla og ég sá að í Reykjavíkurborg þar sem ég starfaði þá eru skólastjórar ofta að afla sér nýra reynslu, prófa stjórn á öðrum stöðum og mér fannst það spennandi. Ég á 2 norskar vinkonur og þær hefðu verið að hvetja mig til að koma til Noregs og ég var svolítið efins, ég vildi Svíþjóðir hafði búið þar en þekkti ekki til Noregs. Svo létu það mig vita að það væri laus staða hér í Ål. Og ég svona fyrir forvitni sakir á hvað ég sækja ég fannst þetta svona spennandi verkefni og ég fekk stöðuna og hér er ég komin.
Ég gerði mér enga grein fyrir því hversu umfangsmikið starfið væri. Ég er skólastjóri, ég er hótelstjóri, ég er leikskólastjóri. Ég sé fullorðinsfræðsluna. Þannig að þetta er mikið starf og ábyrgðin gríðarleg. Þetta er eins og að reka hér stórt fyrirtæki á lóðinni. Mitt hlutverk hér er að koma með nýjar hugmyndir, móta stefnu skólans. Hann hefur verið starfræktur í 40 ár. Svo að mitt hlutverk er að hrinda nýjungum í framkvæmd. Við erum hér allan aldur frá í raun 0 til 100 ára. Við erum með námskeið fyrir heyrnarlaus börn, fullorðna heyrnarlausa og fólk sem missir heyrnina seinna á lífsleiðinni. Við erum með foreldrafræðslu námskeið fyrir heyrnarlausa foreldra sem eiga bæði heyrnarlaus og heyrandi börn. Og auk þess erum við með námskeið sem er fyrir fjölskylduna og nánustu aðstandendur. Þannig að við bjóðum upp á mjög fjölbreytt námskeið hér. Og kerfið sem að greiðir fyrir þessi námskeið er svipað kerfið svo Tryggingastofnunin á Íslandi. Við fáum greitt fyrir að veita þessa þjónustu. Mesti munurinn er stærðin á samfélaginu, fjöldi heyrnarlausra og fjöldi þeirra sem að nota táknmál. Þannig að táknmálsumhverfið er mikið stærra. Mikið fleiri sem eru að tala táknmál. Við erum með heyrnarlausa, heyrnarskerta fólk með kuðungsígræðslu, við erum með túlkana og starfsfólki og hér tala allir táknmál. Hér eru fjölbreyttari tilboð fyrir heyrnarlausa, heyrnarskerta og fólk með kuðungsígræðslu. Hér er táknmál samfélagið mun stærra heldur en heima á Íslandi. Við erum með tilboð til foreldra, heyrandi foreldra sem eignast heyrnarsbörn sem er alveg gríðarlega gott hér í Noregi. Á Íslandi er ekkert slíkt, foreldrar þurfa að berjast fyrir því að fá að læra táknmál. Hér í Noregi er þetta bara sjálfsagður réttur foreldra og hann er tryggður í lögum. Og við þjónum þessum hópi. Starf mitt hér er að halda áfram þessari uppbyggingu og hrinda nýjum hugmyndum í framkvæmd. Starfsfólki sem vinnur hér með mér hefur unnið hér í 20-30 ár. Þróunin í Noregi hefur verið á þann veg að það hefur verið að loka skólum fyrir heyrnarlausa víða Noreg. Svo margir horfa hér til starfsins okkar hér í Ål sem svona, má segja, verndari táknmálsins. Hér erum við höldum áfram uppbyggingu táknmálsumhverfisins. Hér erum við með tilboð fyrir heyrnarlausa. Og mér finnst skemmtilegt að fá þetta hlutverk. Að halda þessari uppbyggingarstarfsemi áfram og gera betur. Og ég sé að það eru svo margar spennandi hugmyndir sem hægt er að hrinda í framkvæmd. Það er vart stund þar sem Betty situr auðum höndum. Mörgu þarf að huga að og viðskiptavinirnir eru út allt land. Er starfið það sem hún bjóst við? Ég hélt að ég var að koma hingað til Ål í pínlítið þorp að gegna stöðu skólastjóra, en það reyndist nú ekki alveg rétt hjá mér. Ég er líka hótelstjóri og hérna á lóðinni eru samtals 160 gistirými og á lóðinni eru líka hús sem eru í útleigu og hér eru oft haldin mót, handboltamót og fótboltamót og það er hægt að leigja aðstöðuna hérna á lóðinni. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt starf. Það er óneitanlega fallegt umhverfi í Ål og milt haustveðrið boðar komu vetrar. Hver er helsti munurinn á námi ætluðu heyrnarlausum á Íslandi og í Noregi? Fljótt á litið þá finnst mér túlkanámið á Íslandi mun betra en hér í Noregi. Að mínu mati. Túlkanámi hér í Noregi þar þurfa að læra rittúlkun
og þau þurfa að læra daufblindartúlkun, umhverfistúlkun á bak, það hluti af náminu. En aftur á móti á Íslandi, þar áherslan lögð á táknmálið og táknmálstúlkun og raddtúlkun. En síðan ef við lítum á réttindi einstaklingsins, þá eru þau svo mikið betur tryggð hér í Noregi, í samanburði við Ísland. Til dæmis ég, sem heyrnarlaus einstaklingur, ég á rétt á því að vera bara að vinna í einhverju einkafyrirtæki út í bæ, þá á ég rétt á táknmálstúlkun á vinnutíma. Það ekkert slíkt á Íslandi. Hver helsti munurinn á því að starfa þarna eða á Íslandi? Það sem mér finnst jákvætt við Ísland og Íslendinga, það þessi hugmyndaauðgi. Hér allt rólegra. Fyrsta árið sem ég kom hingað, þá var ég stappfull af hugmyndum, bara Íslendingurinn í mér, vildi bara hrinda öll í framkvæmd, en komst að því fljótt að það gengur ekki alveg svona fyrir sig hér. Og þegar ég fyrir heimsókn til Íslands, þá hrifst ég ennþá þessari framkvæmda gleði og þessum krafti. Hér allt meira skipulagt. Ég bý í Geilo, Buskerud í Noregi. Aðalega út af syni mínum, 6 ára, sem með alvarlegan lifrarsjúkdóm. Hann var greindur í desember 2011. Þetta fyrsta tilfelli heima og 1 af 3 í Noregi sem vitað um. Og þá var eiginlega bara tekin svo ákvörðun að drífa okkur út. Svona lítið þjóðfélag hefur eiginlega engan vettvang fyrir svona, það bara þekkingin engin. Þannig bara að vita það að 3 lifrarsérfræðingar sem eru starfandi niður í Osló þekktu sjúkdóminn og voru með aðra með sjúkdóminn. Þá var maður strax öruggari. Læknirinn okkar heima á Íslandi bara ráðlaði okkur að fara til Noregs ef við höfum tök á því. Og faðir minn var búinn að búa hérna í 2 ár. Þannig að við bara hoppuðum út við fyrsta tækifæri. Við fengum strax greiðarleið inn í kerfið. Umönnunarbætur fengum við strax. Við fáum líka hjálp frá kommununni, okkar kommunu. Og lyfin eru öll niðurgreidd, við þurftum aldrei að pæla í neinu svona. En heima fannst mér oft eins og við þurftum að berjast svolítið fyrir þessu. Berjast svolítið fyrir okkar rétti. Við byrjum fyrst að taka eftir að hann væri eitthvað veikur eða eitthvað væri ekki alveg eins og það ætti að vera þegar hann var sirka 6 mánaða. Þá var ég fann að setja sokka yfir hendurnar þegar ég var að skipta á honum af því hann klóraði sig svo skelfilega. Svo byrjaði hann bara að taka upp hver einustu pest sem var í gangi. Upp úr því byrjaði bara læknaheimsóknir eftir læknaheimsóknum. Svo þegar hann var sirka 2 ára og við vorum búin að fatta að það væri ekki liðinn sá mánuður af því ári sem hann hefði ekki verið á sýklalyfi. Og við ungir foreldrar vissum náttúrulega ekki alveg svona allt þetta. Fannst þetta ekki alveg verið í lagi. Byrjuðum að fara í ónæmispróf, bara þetta hlýtur að vera eitthvað. Og það var ekkert kom í ljós. En við vorum komin í góðar hendur hjá barnalækni og sem var að hjálpa okkur með þetta og senda okkur til sérfræðinga hingað þangað en ekkert aldrei fannst nein greining. Hann tók upp eina pestina og við keyrðum Reykjanesbrautina inn í Reykjavík og fórum á Domus Medica á barnavaktina þar. Og þar var barnalæknir sem tók á móti okkur sem spurði hvort hann klóraði sér alltaf svo mikið. Og þegar hún heyrði það þá spurði hún hvort þau væri búin að láta skoða í honum lifrina vegna það tengist oft mikill kláði getur verið einhvers konar lifrarsjúkdómur. Og þá loksins var eitthvað svona ítt aðeins inn á réttu brautina. Réttu brautina. Og fengum samband við meltingarsérfræðinginn á Barnaspítala og svo sem byrjaði þá að taka ýmiss konar próf á stráknum og sá þá að lifrin var allt of stór. Og síðan eftir það bil ár af ýmsum testum að þá kom loksins greining þegar strákunum var næstum 3 ára. Næstum 3 ára. En það var frá 1 árs aldri og til 3 ára aldurs þá var ýmislegt búið að ganga á. Próf send til margra landa og hingað og þangað heiminn. Bútar af barninu mínu. Og ég var kölluð hálf geðsjúk að það væri ég sem þyrfti að fara til læknis en ekki barnið mitt. Framtíðin lítur þannig út að það var núna í desember að þá fór hann í aðgerð
og eftir þessa aðgerð þá náðu þeir að minnka kláðan hjá honum alveg rosalega. Þannig loksins byrjaði hann að geta að sofa, hann sefur alla nóttina og í stað þess að vera vakandi, grátandi og klóra sér til bróðurs eins og hann var áður fyrr, að þá núna loksins er hann með barn sem sefur og hann er ekki lengur á öllum þessum meðölum sem hann var á. Núna í desember tók við þess að bara tímabil þar sem við erum bara í ákveðinni biðstöðu vegna þess að lifrin í honum mun hætta að virka, en hvort að það gerist núna á morgun eða eftir 2 ár eða 10 ár, við vitum ekkert um það. Og þegar hún hættir að virka þá fer hann í ígræðslu. Það er ekki spurning hvort heldur hvenar. Og eiginlega þessi stómaaðgerð er eiginlega bara svona plástur á meðan til að laga hans lífsgæði. En það hefur engin áhrif á lifrarsjúkdóminn. Og ef að því kemur að hann þurfa að fara í lifrarskipti þá er það gert bara hér og af hans læknum. En heima yrðu við send til Gautaborgar að öllum líkindum. Inn í heilsukerfi komst við strax. Það var engin tími. Engin tími sem þurfti að líða áður. Engin önnur kerfi sem við þurftum að bíða eftir að komast inn í. Við bara komast inn í systemið. Já, bæði heilsu og trygginga. Það var aldrei neitt vesen eða neitt vafi eða efi það að við ættum rétt á þessu. Hérna fannst mér frekar svona margar hendur koma og hjálpa í staðan fyrir býtið þú þarft vottorð fyrir svona og svona. Þannig, já, hérna fannst mér auðveldara að eigast við þetta. En ég er rosalega þakklátt fyrir það að læknirinn benti okkur á að koma hingað út. Hér eru þeir færastir, hérna er umtalað að hér eru færastu lifrarsérfræðingar barna. Þannig hér finnst mér við vera örugg. Já, faðir minn náttúrulega var hérna undan mér. Svo þegar ég sagði móður minni að við værum að koma og fara bara út, þá sagði já, þá kem ég bara líka. Þannig að hún kom og 2 systur mínar. Já, það eru 2 hundar og slatti á börnum á öllum aldri. En þetta er voðalega þægileg tilhugsun að okkur finnst við ekki vera ein. Við erum með fjölskyldu hennar sem býr hérna og síðan þá tíma sem við höfum þurft að vera niður á spítala, að þá höfum við fengið rosalega góðan stuðning frá foreldrum hennar sem hafa þá tekið hina 2 strákana og hundinn og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því og í ofanálag á því að hafa áhyggjur á spítalanum. Já, ég náttúrulega elska hesta og ég er rosalega mikil hestakona. Ég fer á reiðnámskeið 5 sinnum á vorin og 5 sinnum á haustin. Þá er ég að vinna með hesta og ég á þá 2 Íslandshesta með systur minni og þeir eru náttúrulega heima á Íslandi þannig ég get ekki alltaf verið á hestbaki sem að mér finnst dálítið leiðilegt. Það er svolítið sérstakt vegna þess að þó svo að við viljum meina að Ísland og Noreg séu svolítið lík menningarlega séð, að þá er smá munur að ná að við Íslendingar eigum það til að fara svolítið ung í barneignir. Og við sjáum það á leikskólanum hér að við erum langt yngstu foreldrarnir og við erum á 3. barni núna. Já. En það er eins og fyrsti foreldrafundurinn sem við fórum á, þá vorum við, ég held að séum örugglega 10 árum yngri heldur en flest allir foreldrarnir sem eiga börn á sama leikskóla, þannig að það er kannski stærsti munurinn. Það er engin fordómar. Fólki finnst það frekar aðdánuvert heldur en eitthvað svona hneykslanlegt. Planið hjá okkur í upphafi var bara að vera hérna í Yale í einhverja 2 eða 3 mánuði, aðeins að koma okkur inn í kerfið og læra aðeins á tungumálið og síðan ætlum við alltaf að fara nær Oslo. En síðan eftir að verið hérna í nokkra vikur og þá bara tókum við ákvörðun það að við erum ekkert að fara frá þessum stað. Það er allt svo afslappað og... Okkur líður bara vel hér. Já. Við vorum búin að vera að skoða svona að flytja til Noregs í rauninni löngu áður en að þetta svokallega hrun kemur til. Ég var alltaf að fylgjast með svona netinu Íslendingar í Noregi og svona og ég sé auglýsingu það sem hefur óskað eftir smiðum og maðurinn minn er smiður. Og ég sendi bara svona umsókn fyrir hans hönd bara í djókinu sko. Svo var nú bara einn daginn að var hringt í mig og spurt hvort ég vildi ekki koma bara til Noregs og smíða. Og svo kemur þetta símtal og ég svona sekk pínlítið niður í sætið og svona alveg, ups, ég gleymdi eiginlega að segja þér eitt. En hann varð strax mjög spenntur. Við tókum okkur í rauninni mjög stuttan umhugsunarfrest og hann er farinn cirka mánuði seinna, hann fer á undan. Og hann kom með vinnu og þeir redda honum húsnæði
og ég heima, ég að klára skóla, ég var í einkaþjálfaranámi á Keili. Það náttúrulega ýmsir lausir endar sem þarf að ganga frá þegar maður tekur svona ákvarðanir. Hann fer í febrúar og ég kem svo í lok maí. Bara leið og ég er búin í skólanum og dóttir okkar er búin og allt er svona klappað og klárt heima. Við erum í Úlfsnevík sem er 8000 manna sveitafélag. Þetta er smábær í Noregi. En við komum frá Grundarfirði og okkur fannst þetta alveg vera stórt fyrir okkur. En við erum samt með alla þjónustu hérna. Við erum með alla verslanir og það eru framhaldsskólar og barnaskólar og það er öll þjónustu og okkur skortir ekkert hérna. Svo þegar náttúrulega við komum hingað, þá vorum við náttúrulega bara tólfallin yfir öllu, umhverfi og atvinnu, nóg að gera. Skipasmíðaiðnaðurinn er mjög stór þáttur hérna. Hérna eru 2 stórar skipasmíðastöðvar og eru að smíða og hanna skip fyrir olíuiðnaðinn sem er náttúrulega stór hluti í Noregi. Núna er ég að vinna á skipum sem er að þjónusta olíuiðnaðinn. Það sem ég er að gera borð er að þetta er vinna í eldhúsi, þetta er vinna í þvottahúsi, þrif. Ég er úti í 4 vikur, svo er ég heima í frí 4 á móti. Þetta er bara hlutur sem maður aðlaga að og það gengur vel með það. Hjá okkur virkar það mjög vel. Það er hann er alls ekkert verri húsmóður heldur en ég. Ég var sjálfur að vinna mikið í úthaldi. Ég var á Íslandi og þetta er náttúrulega bara úthaldsvinna hjá henni. Það var svona eina sem okkur kveið svolítið fyrir. Að flytja með, hún var 11 að verða 12 ára. Það var dálítið erfitt fyrst, þegar ég kunni ekki norskuna og þekkti ekki neitt. Fyrst talaði ég bara ensku og síðan fekk ég hjálp með norskuna nokkra tíma á dag. Við erum 17. bekk, 10. bekk og það er miklu betra að vera í svona litlum skóla. Það eru betri kennarar og miklu betra að læra og einbeita sig og maður fær miklu meira hjálp með það sem maður þarf. Henni hefur gengið mjög vel og líður mjög vel og gengur vel í skóla og er með svona plön fyrir framtíðina og stendur náttúrulega frammi núna fyrir vali, hún er að fara í framhaldsskóla, er að klára 10. bekk. Mér langar að fara í heimaværsluskóla og klára hann og fara svo annaðhvort í lögguskólann eða læra að vera sjúkrabílstjóri. Og hefur eignast mikið af góðum vinum og er að gera bara og upplifa mjög margt og skemmtilega hluti hérna. Það eru nokkuð sem eru komnir í framhaldsskóla og síðan eru með mér í bekk, vinkonur mínar. Til þess að komast að á olíuskipi eða á olíuborpalli þá þarftu að taka öryggisnámskeið. Öryggisnámskeið er náttúrulega til þess fyrst og fremst að fyrirbyggja slys og eins að bregðast við ef gerist eitthvað. Það er reykhöfun og það er skyndihjálp og það er sjóbjörgun og svokallað helikóptervelt. Þeir eru komið fyrir inn í svona þyrlulíkani og því er sökkt niður og því er hvolft og þú þarft að koma þér út. Og þetta er náttúrulega til þess að æfa nauðlending og sjó ef til þess kemur. Og til þess að standast þetta fara niður 6 sinnum, endurtaka 6 sinnum. Og maður verður rosalega þreyttur. Þú ferð bara beint inn aftur inn í þyrluna og ég þarf að endurtaka þetta eftir 3 ár og mér er alveg farið að kvíða fyrir því, sko. Við snúum nú stuttlega til Íslands og heimsækjum Berglindi og Valdimar sem fluttu heim sumarið 2014 eftir 2 ára dvöl í Noregi. Það var annars vegar það að það var kominn tímapunktur þar sem við þurftum að taka ákvörðun hvort við ætluðum að skuldbinda okkur til að vera lengur úti, ekki minn en þá líklega 2 ár í viðbót. Og við settum okkur það sem markmið þegar við fórum út, að vera að lágmarki 2 ár. Og þetta kemur upp bara á þeim tímapunkti eiginlega, má segja. Það sem við þurftum eiginlega að taka afstöðu til þess, hvort við vildum vera lengur eða ekki. Og við fundum það bara bæði að þetta var bara orðið mjög gott. Við vorum bara mjög sátt við þennan tíma en vildum fara til Íslands. Já. Og tókum bara það ákvörðun. Það var ekkert sérstaklega flókið, sko. Þetta er náttúrulega bara gríðarleg reynsla. Og reynslan er bara eitthvað sem þú setur í bakpokann og svo heldur þau bara áfram og þú veist í rauninni aldrei hvernig þú nýtir það aftur og þetta er alltaf þarna. Og við erum einhvern veginn innan þetta og sjá heilsubransan frá öðru sjónarhorni.
Ég að taka samninginn í hárgreiðslunni hér vegna þess að ég kemst ekki að heima. Ég bý með henni. Við búum saman í Strikken. Og ég bý líka í Bærum, en ég bý hinum megin við, sem sagt nær Osló, og það heitir Fornebu. Og er svona frekar nýtt hverfi í rauninni, það sem gamli flugvöllurinn var. Ég sérst að læra hárgreiðslu og var búin að leita samning bara út allt í langa tíma á Íslandi og ástandið þannig heima núna að það er bara mjög erfitt að fá samning og mjög fáir sem komst að. Svo að ég þurfti bara að gera eitthvað svona til þess að klára námið mitt. Allavega var ég fannst mér, ég var búin að fara fullt af stofum heima á Íslandi og ég bara var eiginlega búin að gefast upp. Þannig að ég fór til skólastjórans og spurði og þá var hún akkurat búin að fá tölvupóst frá einni íslenskri sem var að vinna á þessari stofu. Spurði hana hvort að hún vissi einhverja nema sem langar að koma til Noregs og hún spurði mig hvort ég vildi fara í ævintýraferð til Noregs. Ég í rauninni mig langaði líka að prófa eitthvað nýtt og læra norskuna og svona, eða allavega eitthvað svona norðurlandamál. Og gaman ég einmitt, bara að breyta til. Við erum búin að vera með kúna í stólnum frá fyrsta degi sem að ef mér skilst rétt ekki mjög algengt heima heldur. Og nú það farist í aukana að stofur hafa tekið upp að vera með stólaleigu þar sem að hárgreiðslufólk kemur þá og leigir stól í staðan fyrir að vera í fastri vinnu á stofunni og það náttúrulega mjög slæmt fyrir okkur líka sem erum að koma nýju út í vinnumarkaðinn vegna þess að það mjög dýrt að leigja stól og maður verður að hafa ákveðin hópa fastakonum til þess að standa undir því. Ég fer allavega heim til þess að klára skólan en það auðvitað mjög freistandi með launin hérna að koma aftur. Frá Bærum og Osló höldum við til Fredrikstad sem borg fyrir sunnan höfuðborgina. Þar býr Margrét Elva. Ég kom hingað jólin 2012. Ég misti vinnuna heima. Ég er búin að vera í sömu vinnunni í 6 ár. Það var bara mjög sátt þar og svoleiðis en svo þegar það var búið þá var það bara búið og ekki mikið að hafa. Vinkona mín býr hérna í bænum og sagði mig að ef ég væri til í að koma þá bara endilega að koma og prófa eitthvað nýtt. Þannig að ég var ekkert að sjá neitt spennandi heima og launin bara eins og þau voru og eru. Það þýddi bara áfram 3 vinnur og enga frítíma og basl. Þannig að ég ákvað bara að prófa allavega. Þegar ég kom jólin þá gekk ég á milli ráðningarstofa og lagði inn upplýsingar mig og svona og fór svo heim í janúar með dóttur mína, 12 ára og skildi hann eftir hjá pappa sínum. Ég var náttúrulega ekki með húsnæði að vinna eða neitt þannig að það var bara verið þannig. Daginn áður en ég flaug til Noregs þá fékk ég símtal frá ráðningarstofu þar sem þeir sögðust vera með vinnu. Ég sagði bara hérna, já, má ég koma í viðtal á morgun? Ég að fara í flug sko klukkan 4. Ég komin á morgun, það í lagi? Þannig að ég fór í viðtal og þá var það bílstjórastarf hjá Gilde sem að framleiðir pulsur og svona hérna upp í Sarpsborg og hefði þátt að vera að keyra svona, trukka svona semitrailer. Ég var alveg til, nema vinnan byrjaði klukkan 6 og ég var ekki á bíl þannig að ég komst ekkert í þá vinnu sko. Það bara gekk ekki upp af því ég bjó í miðbæ, Fredrikstad og það er hálftíma þarna uppi í bíl og ég ekki á bíl þannig að það gekk ekki upp. Margrét Elva gafst þó ekki upp, heldur leitaði áfram. Ef þú ert hérna til í hvað sem þá erum við með vinnu hérna bara út í Gressvík að báta, mála og þrífa og spóna og svona. Ég sagði bara já, ekkert mál. Ég sagði bara eins og ég var búin að sitja á skrifstofu í 23 árin. Maður er líkamlega hraust og tilbúin að gera hvað sem og aftur upp í Manpower, skrifandi samning, fekk svona tilvísun á föt, þetta var náttúrulega hávetur, þetta var í janúar, öll vinnuföt eru sköffuð af vinnuveitanda og það er alveg sama hvort það er í einkageiranum eða í gegnum svona ráðningarstofur. Slys ger ekki boð á undan sér. Ég var búin að vera 3 mánuði, þannig ég var komin inn í tryggingakerfið og fekk þar með bara sjúkrapeninga í 6 vikur á meðan ég var í gifsi og svoleiðis, á fullum launum. Núna vinnur Margrét Elva hjá kjötvinnslufyrirtæki í Fredrikstad. Kosturinn náttúrulega sá að ég get lifað á laununum mínum. Þó ég hafi verið fyrstu mánuðin að vinna bara algjöra verkamannu vinnu á lágmarkslaunum, þá átti ég samt afgang og svo þegar vinkonum mín, bíllinn hennar bilaði og við verðum að fá okkur bíl núna, þá keyptum við okkur bíl saman og ég gat lagt út fyrir hálfum lélegum bíl, en ég gat það samt og það var bara rosa mikil svona vinnur, já, hálfan bíl. Eina svona dót sem ég tók með mér frá Íslandi var byssa mín. Ég var að æfa skotfimi heima og búin að vera að veiða og svoleiðis. Þannig að fyrsta verk var náttúrulega að finna sér eitthvað stað til að vera á hér.
fara að halda áfram skottfimi. Þannig ég fór á nokkra staði að finna skottsvæði sem hentaði og datt niður á eitt í Sarpsborg sem er bæði með svona nordisk trapp og jägertrapp og skít sem er alþjóðleg skottgrein sem ég er búin að vera mest að æfa heima sko. Dóttir mín kemur til mín í apríl. Okkur var bent á það að það væri okkar val í hvaða skóla hún færi. Hún þyrfti ekki að fara í þessa útlendingabekki sem eru gegnumgangandi í norsku samfélagi. En við ákváðum að hún færi bara í Hverfisskólann og það gekk alveg glimrandi. Hún talaði ensku, talaði bestu ensku í öllum barnaskólanum, beðið hún allir kennarar. Eftir 3 vikur var hún farin að babla. Henni leið rosalega vel með kennsluna, þetta voru litli bekkir, það var rólegt, en það var rosalega erfitt að eignast vini. Þeir eru svo eitthvað hræddir við svona framandi fólk. Sko ég kom hérna fyrst 78, þá ætlaði ég bara að taka mér 1 ár svona þegar ég var búinn með menntaskóla, var í menntaskóla við Hamrahlíð og var í skóla sem var kennt bæði guðfræði og tónlist og var jafnvel hugsa að fara í guðfræði eða efnafræði, það var það sem ég var að hugsa mér. En svo var ég í orgelnámi hjá duglegum og góðum kennara og hann hvatti mig til að taka inntökupróf í tónlistarháskólann og setti mig fyrir sömu verkefnum og hann hafði tekið lokapróf með sem sagt nokkrum mánuðum áður, þannig að svo komst ég inn sem sagt vorið 79 og svo var ég fyrst í kandídatsnámi og svo í mastersnámi þar á eftir, þannig ég var þar 6 ár. Starf organistans hefur bæði sína kosti og galla. Kosturinn er að maður hefur tiltölulega frjálsan tíma. Þú getur ákveðið hvort þú byrjar klukkan 10 eða klukkan 12. En svo náttúrulega bundin aðra tíma. Kvöld, helgar, hátíðir. Þannig að öll störf hafa kosti og galla. En þetta er svona lífstíl og ég kann vel að meta það. Sumir dagar eru kannski 12-14 tíma vinnudagar þar sem ég byrja hér á starfsmannafundum snemma að morgni og svo er undirbúningur fyrir guðþjónustu og svo er kóræfingu kvöldið. Eina sem ég kannski kann ekki við er að mér finnst oft mikil tíma að fara í fundarhöld og svoleiðis. Það er eiginlega ónýttur dagur ef maður ekki geta að spila eina einustu nótu en setur bara að skipuleggja eitthvað sem á að gerast. Ég held að væri það. Ég vil frekar afgreiða þá styttri tíma og geta músiserað með. Já, á mörgu leyti er hún eins okkar, sko. Það er náttúrulega þessar þjóðkirkjur og lútersku kirkjur á Norðurlöndum, sérstaklega í Noregi og Svíþjóð, þær eru kannski svolítið nær bæði biskupakirkjunni og kaþólsku kirkjunni heldur en evangelíska kirkjur til dæmis í Þýskalandi sem eru gleggri skil á milli mótmælenda og kaþólskra. Þannig að það hefur verið ákveðin svona hákirkjubylgja sumu leyti hér sem er svolítið sérstakt af því að norskt kirkjulíf hefur verið mótað af svona heittrúarhefð og leikmannastarfi en það virðist vera mikill áhugi á kirkjusíðum og að það sé mikið af hluti af trúardyfislu fólks. Það sem var stærsti munur því að koma að heiman og hingað var það að hér syngur allir söfnuðurinn. Það var ekki kirkjukór sem er syngja í staðinn fyrir söfnin, þannig að ég hef með marga guðþjónustuna sem er engin kór, en svo tekur kórinn minn þátt bæði allur kórinn í sumum guðþjónustum og skipt inn í messuhópa. En almennu safnaðarsöngur er mjög góður, það er sem sagt hlutverk safnaðarins, en á meðan ég var heima þá var þetta svona svolítið baráttu mál, sko, af því að fólk sem söng í kirkjukórum hér áður, það vildi bara syngja sína rödd. Og svo kom ég sem ungur organisti og nýmenntaður og vildi breyta því og það var ekkert vinsælt en ég held að það hafi líka breyst mjög mikið á Íslandi síðustu ári. Ég á 4 börn, já, ég hef verið giftur áður og setjum konum við 2 börn saman og yndislegur hópur, sko. Ég hef bara gert frá því þið fæddust. Ég hef aldrei talað neitt annað heldur en íslensku við þau og ef þau til að byrja með svöruðu mér eitthvað á norsku þá lét ég eins og ég skildi það ekki og það þýðir það að þeim finnst mjög skrítið ef ég tala norsku við þau, til dæmis ef aðrir eru viðstaddir sem eiga að skilja, sko.
Þannig að þau svara mér ósjálfrátt á íslensku og það þykir mér mjög mikils virði. Þó þessi náttúrulega alltaf átök í stjórnmálum og hér var fyrir ár síðan skipt ríkisstjórn, þá sátt þjóðfélagsmynstri. Það þetta sósíaldemókratiska þjóðfélag. Það virðist vera sátt í þjóðfélaginu og fólk veit að skattarnir fari að borga fyrir þetta velferðarkerfi sem nýtist öllum. Lillehammer voða svona kósí bær, eins og margir segja. Hann svona í brekku, skemmtileg svona centrumgata sem var náttúrulega rosalega mikið lífi í þegar Ólympíuleikarnir voru hérna. Þá kallaðist þetta ekki gógata en heldur stógata af því að maður bara komst ekki neitt áfrá. Stutt sko ef þú farið í skíð á gönguskíði til dæmis, að bara rétt hérna fyrir ofan og svo stutt í líka bara skíðabrekkur. Ég byrjaði hérna í 85, fór í ferðamálafræði eins og heitir, reisilíf með húfðvekt på ekonomi og administrasjon. Já, ég nú hér ennþá. Ég vinn hjá norska skattinum. Ég byrjaði á því að vera að vinna við virðisaukadeildina þar, svo fór ég seinna í launadeildina og núna ég í það sem heitir þróunardeild og höfuðverkefni mitt núna að vinna við að búa til leiðbeiningar fyrir not á ýmsum kerfum sem við erum með í skattinum. Sko, mér finnst að vera mest ríkjandi að normenn séu, kannski ekki hoppandi glaðir en allavega þú veist, þeir borga sinn skatt með gleði af því að þetta gott velferðarsamfélag sem við búum við. En auðvitað ekki hægt að stinga því undir stólinn heldur að það fullt í gangi í svartri vinnu og það auðvitað margir sem að helst vilja sleppa borgarskatt líka. Ég greindist með brjóstakrabbamein í endan 2013 og fór í aðgerð í janúar í fyrra, 2014 og hef verið þess að algjörlega í veikindafríi svo að segja alveg í fyrra, verið á sjúkralaunum. Ég hef ekkert nema gott að segja þetta. Það hefur hugsað mann séð að maður fái það sem maður að fá og maður finnst maður vera bara borin svona í örmum á meðan maður í meðferð. Aldrei haft neitt vandamál svo sem og maður fær mikið allt endurgreitt af ýmsu. Ég var til dæmis skorin upp á Hamar út að keyra þangað og þá fær maður greitt, þú veist, að komast þangað og komast heim aftur. Ýmislegt svona, að vísu þarf maður að vera svolítið frískur til að fylla út alla þessu eyðublöð og svona og þetta kerfi mjög gott ef þú ert bara veikur í 1 ár. Sko, þú ert rétt á fullum launum í 1 ár ef þú ert veikur. Ef þú ert meira þá verður að fara á einhverja örorkubætur eða sækja eitthvað annað. Þannig að þú myndir alltaf lenda fjárhagslega vel út úr því þegar þú ert veikur meira en 1 ár. Það ekki þannig að það hent í manni, þú ert líka rétt á þessu og þú ert líka rétt á þessu, sko. Það ekki svoleiðis. Þegar það skipt stjórn, þá það mín tilfinning að grundvallaratriðin eru alltaf til staðar. Því allir eru uppteknar að því að halda þessu góða velferðarkerfi. Það enginn sem vil rústa því náttúrulega. Mín upplifun sú að fangar hafi mun betri aðstæður heldur en gamla fólkið. Það bara ekki grín. Það engin fangar núna sem eru 2 í klefa. Gamla fólkið ennþá á 2 mánaða stöðum og kannski stofum og kannski meira. Þetta náttúrulega svívirðilegt. Prófum Oslo, af hverju ekki? Ég byrjaði á því að vera svona, þetta kannski eitthvað rosalega spennandi eða mikið ævintýri en það kom tíma að vera nær fjölskyldu og vinnan lofaði með það. Ég hreinlega bara flytja og vera í nákvæmlega svona stöðu. Bara áskrifstofan okkar hér í staðan fyrir London. Þannig ég og Haukur fengum okkur bara one way flug, prófum Oslo og vinnan sagði bara já, gjörðu svo vel. Pakkaði saman tölvunni og símanum og sitt í Oslo. Ég fættur hérna í Íslandi. Ég átti heima hér í London í smá stund og núna ég heima hér í Noregi. Og á ensku köllum við okkur tour operator í staðinn fyrir eða destination management í staðinn fyrir svona travel agency, ferðaskrifstofa. Fyrir hópana þá þarf svo mikið skipulag.
Og þá bókum við fyrirfram hvort sem í Frakklandi eða Ítalíu eða Íslandi, þú veist, alla Evrópu. Tumlarið, það sem ég vinn, 500 manna fyrirtæki, við erum 500 starfsmenn og við erum með skrifstofu alls staðar í Evrópu, 21. Ég var með 200 hópa til Íslands á þessu ári og það var 90% að ég var frá Asíu, sko. Lífið snýst alfarið fjölskyldan hérna. Það alveg bara númer 1, 2 og 3 og það mjög skemmtilegt að sjá. Það var svolítið erfitt fyrir mig fyrst að vera á skrifstofunni og ég var ein eftir á slaginu 4. Bara pökku allir saman og fóru. Ég satt ein eftir og mér varst bara vinnudagurinn hálfnaður, þú veist. En já, ég skreið heim og náttúrulega með ferðatölu, þannig ég bara loggaði hann aftur inn hérna heima. Ég búin að breyta því mikið til í dag. Búin að læra svolítið á norðmónunum þannig. Jú, ég með svolítið vinnuálka, sko, blóði í mér, en fjölskyldan mikilvægari. Það var magnað að hitta alla þá sem við heimsóttum. Enn skal ósagt hvort Noregur sé fyrirheitna landið, en hitt nokkuð ljóst að þeir Íslendingar sem þarna búa virðast flestir hafa náð að fóta sig mjög vel í nýjum heimkynnum.